Já, aðeins þétta. Þá við byrjum á þéttunum og þurfum aðeins að átta okkur á hvað rafsvið er. Hér er mynda atómi. Kjarninn hérna heitir prótóna. Rafeindin hér sem snýst í kringum hann. Hún er mínushlaðin og kjarninn er plúshlaðin. Kjarninn er miklu stærri, ca. 2000 þyngri heldur en rafeindin. En hleðsla er að jafnstór mínushleðsla hér eins og plúshlaðslan er hér. Þetta eru andstæðar hleðslur og það toga hvor í aðra. Og þetta rafsvið, þessi kraftur kallað rafsvið, hann heldur rafeindinni á braut umhverfis kjarnan. Sem dæmi hjá okkur tunglið, það helst á braut jörðina út af þyngdarsviðinu, eða þyngdarkraftinum. Hérna er það rafsviðskrafturinn sem heldur þessu saman. Ef við hefðum tvær rafeindir hangandi hérna sikkur í skveikkunum spottunum, þá hreindar hvað annarri frá sér, færi sundur. Ef við höfum hins vegar prótónu, róteind og rafeind, þá tókast þessu saman hvor af annarri. Og þetta hérna notfærum okkur í þéttinum, við erum með tvær plötur, sikkur í hleðslunni, og þá helst krafturinn saman þar á milli platnanna. Nú teikna aðra mynd af því núna. Já, hér er teikning af þétti. Hér er málmplata, þetta verið bara úr áli. Hér er svo eininglunalag, getur bara verið úr pappa, bara bréf, eða A4 bréf. Og hér er síðan önnur málmplata, hér er með við pappírinn hérna. Svona. Hér er svo rafhlaðan, hér kemur plús á þessa plötu og mínus á plötuna hér. Ef við horfum í endan á þessu, það er það hér er sikkur málmplatan hérna, tindabatteríið, og þetta rauða hér er þá A4 blaðið sem er á milli þeirra. Og það sem gerist hér er það að þessi rafeind hér, hún sér hérna gagnstæða hleðslu, plúshleðslu, og þær dragast hvor af annarri og hér kemur rafsviðskraftur á milli þeirra. Og það er þannig hérna niður alla þessa leið. Þannig að rýmd þessa þéttis, það var rýmdir í þétti og það er bara hvað er þessar plötur stórar. Og oft er þetta svona bara þunn álfilma, vafin utanum svona plast, það er að segja settur álfilmu, plast og álfilmu og svo er eins og rúlað svona upp í vöndul, settir svona átunnu og það er bara flata málið á plötunni hérna, hvað eru margir metrar af þessari álþynnu inn í hérna þéttinum. Þannig að flatarmál málmplatnanna og fjarlæðin á milli hvor annarar og tegundina eininglunalæginu, það er það sem ræður rýmdin af þéttinum, hvað hann getur geymt mikið af rafeindum. Eftir því sem nálægðin er meiri, þá er það betra. Þá er rafsviðið sterkara og þéttirinn afflæðist ekki jafn fljótt og koll. Þannig að þéttir eru tvær málmplötur með eininglunalægin milli sín, setta á sikkur skautið og þeir mynda rafsvið á milli sín og svo tökum batteríið af, hérna aftengjum batteríið, þá helst þetta rafsvið áfram og þéttirinn hann geymir rafmagnið í sér í einhvern tíma. Getur verið hérna klukkustundir ef þetta eru góðir þéttar, en það er alltaf í leikasturinn það er leka aðeins á milli, en þetta er þéttir. Þetta er geymsla fyrir rafeindir sem eru með sitt hvort skautið. Þetta er mínus því bara margar rafeindir og plús því bara færri rafeindir. Og á milli þeirra er það rafsvið. Já, kannski áður við höldum áfram á þéttana, þessi sýningurna einstakir þéttir. Við getum sjáðu þetta, þetta er sem svokallaður elektrólítþéttur. Það er sem sagt, það er stimplað á hann hvað hann er mörg faröld, eða hver rýmdin er, og hvað hann þolir mörg volt. Þessi hér þéttir, hann er sem sagt, hann þolir 25 volt og er 100 mikrofaröld. En þéttar geta verið með tveim tegundum. Ópólæðar þéttar eða pólæðar þéttar. Ef hann er ópólæður þá skiptir ekki máli hvort er pluss og mínus, en þessi sem ég við hérna, þessi lítti, þetta er kallað elektrólítþéttur, hérna, hann er pólæður, stutti pinnin í mínus hérna, sem styttri og langi er pluss og svo líka stimplað þetta á hann svona rönd hérna með mínus á. Þeir eru teiknaðar svona og plussin hérna uppi, það sem beiðarinnan er. Við getum búið vassmódel, 2 vassmódel til að útskýra þetta. Hér er fyrra módelið hérna, þetta er svona vasspípa og hér er svona gúmmídúkur hérna á milli, eða gúmmímembra sem er alveg þétt en hún getur þessu teikst
inn og út. Hér vatn, beggja megin í. Og nú gára ég vatnið hér, þá gárast það líka hérna, en það fer engin vatnsdropi hér á milli. En áhrifin af merkjunni hér koma fram hér. Þetta kúpilinsfléttir, merki fyrir gegnum hann, fram og aftur. Hérna hins vegar svona mynd af afreiðilsflétti og þetta það að segja hér bara krani og leggur jafnt úr honum. Hér kemur gusa í þessa fötu og vatnið lækkar hérna aðeins. Svo kemur engin gusa, svo kemur næsta gusa, þá hækkar það aftur og það alltaf að hækka og lækka og hækka og lækka. En það alltaf jafnt rennsli úr honum. Þetta típiskur afreiðilsfléttir, þetta típiskur kúpilinsfléttir. Þetta svona 2 vatnsmótir sem sýna hvernig þéttirinn virkar. Nú, þá skulum við bara byrja á hérna aðeins að reikna dæmi og fara aðeins í skilgreiningar.